Nágrannaslagur af bestu gerð verður í Pepsi-deild karla í knattspyrnu á mánudagskvöld þegar Keflvíkingar taka á móti Grindvíkingum í annarri umferð Íslandsmótsins. Grindvíkingar töpuðu sínum fyrsta leik gegn FH en Keflvíkingar gerðu jafntefli við Stjörnuna. Hvað gerist á mánudagskvöldi í Keflavík óvíst en formenn knattspyrnudeilda Keflavíkur og Grindavíkur sjá fyrir sig jafnan og spennandi leik og lofa geggjuðum grannaslag. Við hittum formennina á nettovöllinum í Keflavík nú í vikunni. Já, strákar, nú eru þið nýteknir við formennsku félagana. Hvernig svo að vera nýr formaður? Það frekar nýlegt fyrir mér. Ég bara gaman að þessu. Þetta er stórt félag með ríka hefð, mikil sigurvilji, gott fólk í kringum þetta, þannig að ég bara spenntur. Þetta verður bara mjög krefjandi og skemmtilegt. Ég datt svona inn í þetta pínu óvænt, en maður verður bara að taka þetta sem hverju öðru verkefni. Hvernig gengur að nálgast styrki til dæmis fyrir félagið? Þegar maður er svona nýkominn inn í þetta þá veit maður það ekki alveg upp á 100. Við vorum að ræða þetta á aðeins og fara yfir þetta. Og það er mjög erfitt. Og það er alltaf erfitt að nálgast peninga. Þrátt fyrir góðæri, hvað segir þú um það? Þetta er að miklu leyti til þessu að halda uppi af stuðningsmönnum. Það er að bæði fyrirtækjum sem styðja okkur, sveitafélagin sem styðja okkur og svo öllum aðdáendum. Og það skiptir bara mjög miklu máli. Þannig að ég myndi segja að þetta gengur hægt en vel og ég held að skiptir bara máli að vera jákvæður og hafa trú á verkefni og fá fleiri lið með okkur. Er fólk duglegt að bjóða sig fram sem sjálfboðaliðir fyrir félögin? Hjá okkur er það þannig. Allavega, ég myndi segja ekki duglegt, en það er allir sem við leitum til hafa tekið vel í það og er að taka vel í það. Og það er við erum bara að safna liðins. Ég trú að það séu þeim fleiri hendur sem koma málinn þeim meira komum við verk og hver og einn þarf að vinna minna. En í Grindavík? Þetta er ótrúlega mikið af sama fólkinu sem er að sinna þessu. Það er svona, við vorum farið yfir um daginn. Það er ekki rúmlega 50 manns sem kemur að þessu á hverju leik og við erum náttúrulega rosalega þakklátt fyrir allt þetta fólk sem býður sig fram í þetta. Það eru miklar umgerðir í kringum þetta, til dæmis í kringum Pepsi-deildina bara. En hvernig er undirbúningur fyrir leik, fyrir æfingar og ýmislegt annað? Þetta er heilmikil umgjörð, það er alveg rétt sem að Gunnar er að segja. Þetta er fjöldi mann sem kemur að hverju leik. Undirbúningun er bara margir fundir. Tala við mikið af fólki. Pepsi-deildin gerir miklu meiri kröfur allavega fyrir okkur Keflvíkinga sem erum að koma ánga núna eftir allt og langa fjarveru skulum við segja. Að þá er þetta svolítið nýtt fyrir okkur. Það er alltaf að aukast kröfurnar, bæði á aðstöðuna, á öryggið og auglýsingarnar og alla þessa hluti. En við höfum bara gaman að því. En nú var ég að leita og skoða á ksi.is innbyrðisviðureigni liðana. Og samkvæmt því hafa síðustu 10 viðureigni farið þannig að Keflavík hefur unnið 6 leiki, Grindavík hefur unnið 3 og 1 jafntefli. Og þetta er bara í öllum deildum og hjá meistaraflokki karla. Hvað segir þið svo leikinn á mánudaginn? Nágrannaslagur af bestu gerð. Það verða 7 sigrar á mánudaginn. Það Keflavík. Ég er nefnilega mikil tölfræðimaður. 6-1-4 kemur rosalega oft upp í tölfræði í fótbolta. Þannig að það er mjög líklegt 3 stig fyrir okkur. Nú hefur Pepsi auglýsingin frá Stöð 2 slegið svolítið í gegn og þar kemur fram að Keflvíkingum takist þetta án Sparisjóðsins. Keflavík er komið upp aftur, það er algjörlega ljóst. Stuðningsmönnum Keflavíkur, þeir fara upp án Sparisjóðsins. Það kom engar eindöku frá stuðningsmönnum. Og að Grindvíkingar séu búin að selja 2500 miða. Grindavík má selja 2500 ásmiða, 2500! Er eitthvað til í þessu? Já, við höfum alveg komist að hinga til á Sparisjóðsins. Fengum Landsbankann í vísu, í lið með okkur til að gera það. En núna erum við með mjög sterkar bílalegur og við munum kljúfa þetta, það er alveg á hreinu. En ásmiðarnir, eru þeir 2500 talsins? Við vorum að fara yfir þetta er svona rétthæflega. Þetta var mjög nálægt þessu. Er eitthvað sem þið viljið segja að lókum? Bara Keflavík er besta lið, miklu betur en Grindavík allavega. Mæta á leikinn bara á mánudaginn og styðja Grindavík og styðja sitt lið bara. Fjölmenna. Og allir aðdáendur viljum að fá þetta. Það verður grilla og stemningin á hoppukastali og stemning fyrir leikinn og við ætlum bara að takast á. Er það ekki? Jú. Það er svoleiðis.